Jæja, Atli Eðvaldsson, hvað fær þig til að koma hingað til Sandgerðis með fullri virðingu fyrir mjög góðu starfi hér? Þá kemur þetta vissulega á óvart. Já, það kannski tengingin meiri heldur en menn gerir sig grein fyrir. Hérna Jóhannes, Búbbi bróðir, hann var hérna framkvæmdastjóri fyrir 16 ára síðan og eftir þetta hef ég náttúrulega verið í svona samskiptum eða hefur tengingin verið og hitta þessa menn sem að hér stjórna og síðustu árum hafa þið verið alltaf að ýja að þessum hlut við mig að koma. Þetta var aldrei í plönunum, en eftir að búin að vera að hitta þá og hérna bara þeir búin að lýsa þeirra hug og hug bæjarins í kringum fótboltann, sjá aðstöðuna sem alltaf að batna, þá bara hugsaði ég sko þetta bara til að vera tækifæri að koma og byggja eitthvað upp. Ertu ekki búin að vera menntaði mjög mikið í knattspyrnufræðunum undanfarin ár? Jú, ég fór út, ég er búin að taka núna æðstu þjálfaragráðu og var síðan út í Þýskalandi kláraði fyrir 3 árum síðan. Það voru 11 mánaða nám, 1100 tímar á 11 mánuðum í skólanum sem var svolítið mikið. Þannig að í þessum fræðum maður orðin skólalega sé fullmenntaður en ekki þjálfræðilega sé, það maður á eftir að maður átt að miðla sér reynslu. Þú þjálfar landslið og lið í efstu deild. Maður hefði jafnvel haldið að þínir möguleikar myndu liggja í efstu deild, lítur á það jafnvel sem svona stökkpall að komast þangað aftur síðar? Já, möguleikar alltaf mínu möguleikar voru það sem ég var mest að leita eftir undanfarið, það var það jafnvel að vera erlendis og þjálfa erlendis. Maður var nálægt í en maður þarf alltaf að þekkja eitthvað sem þekkir annað til þess að svona lag gerist. En hlutin hjá mér sá að ég má ekki heldur vera á lengi í burtu frá þjálfun. Ef maður er á lengi í burtu þá svo langt síðan maður var að þjálfa þannig að og svo náttúrulega bara hlutverk þjálfarans það að þjálfa og koma þessu að sem hann hefur og ég tel það bara eftir nokkra fundi og með þessum mönnum og þessum ákafa sem þeir hafa. Ég taldi þetta bara alveg tilværi tækifæri til þess að prófa hluti og koma á því sem ég búin að læra. Reynir í annarri deild og hvernig sérðu þetta fyrir þér? Ertu að fara að fá fullt af leikmönnum, ertu að fara að byggja á hópnum sem hérna eða eitthvað bland? Við förum örugglega ekki í það að fá fullt af leikmönnum og ég tel það að það orðið svolítið mikið það í fótbolta, það engin vandi bæði hér heima eða erlendis og hér heima. Menn segja ég skal vera meistari og hvernig fer það því, það bara kaupa nú mikið af leikmönnum, en það heldur ekki hægt. Við erum alveg ákveðnir í því að byggja á þessu sem þessum grunni og þetta í annarri deildinni og ég tel það að stærstum hluta þessi hópur, hann alveg til þess, hæfur í það að fara upp, hvort það komi einhverjir 1 eða 2 strákar inn, það verður bara að sjá til, en það ekkert í kortunum að vera að ná í eitthvað mikið af mönnum. Við ætlum að þjálfa það, ég ætla að þjálfa það sem fyrir og vonandi næ ég gera það betri. Hefur þið fylgst eitthvað með þessum neðri deildum eða kannski sérstaklega annarri deildinni? Ég náttúrulega búin að vera út í 4 ár. Ég búin að fylgjast með þessu meira og minna. Ég búin að vera á fullt af leikjum, bæði yngri og upp í náttúrulega efstu deildina. En eitthvað náni með annarri deildinni hef ég ekki gert en þetta snýst náttúrulega það að koma þeim, þjálfa þá og það mitt hlutverk og ég vona það að ég eftir að skila mínu þannig að þeir eiga eftir að læra eitthvað að minni veru hérna. Þannig að þetta leggst vel í því? Já, ég hlakka alveg ofsalega til. Þetta ofsalega spennandi og get bara ekki beðið eftir að byrja og ég vissum að þetta að ganga mjög vel. Aðstæður eru fínar hérna? Mjög góð aðstaða. Ég jafnvel úrvalsdeildarlið geta kíkt hérna yfir og öfundað á þessari aðstöðu og ég veit það með svona aðstöðu þá eiga þeir skilið að vera herra og ég vona minna á að koma þeim upp.